hefur æft í 4 ár, hann átti mjög auðvitað niðurskurð, þurfti að kvæta lítið og það er bara spennandi að sjá hvað býr í honum, en þetta er hans fyrsti MMA-barndagi. En hvernig veistu eitthvað Robin Kristjansen þegar hann er 0-0? Ég bara fór að spjallaði við hann. Þú fórst að spjallaði við hann, geggjað. Þetta kom sem mér á óvart. Hvað er þessi menn þungir? Þetta er í veltuvíkunni, 77 kíló. 77 kíló. Það er þing sem við þekkjum. Það er Gunnar Nelson sem keppir í þeirri þing. Það er okkar allra besti Gunnar Nelson sem keppir í 77 kíló flokknum, þannig að við Íslendingar ættum að vera honum ansið kunnugur. Já, þetta er flokkurinn okkar svolítið. Já. En það er svægi í Robin Kristjansen. Hann dansaði hingað inn. Hann er með 10 norskar beits inn í krátinu sem er að veifa norska fánunum. Þetta er frændum. Hann er það vissulega og hann talar það sjálfur sko. Ég er nú ekki hissa að hann sé með 10 norska beits í salnum gefið að hann er með möllett og yfirst. Hann er með allt í gangi þessi drengur, en við skulum bara vona að það sé, eða ekki vona, við skulum bara vona að það sé ekki of mikið sko. Já, heldur betur. En hann talaði það sko að hann var mjög spenntur að fá sér pítsu eftir weight cutið sko. Þannig að ég vona svona að hún sitja enda í honum. Ég er ekki hlutlaus hérna. Nei, einmitt. Og hann ætlaði að væntanlega að fá sér pítsu í Keflavík. Já, ég er að giska það. Hvað þurfa, og þegar við tölum niðurskurð, þá tölum við það að menn keppi þyngdarflokkum og þeir eru kannski aðeins þyngri og þurfa þess að taka af sér nokkur kíló í svona síðustu vikunni fyrir bardaga. Hvað er hann þungur núna þegar hann labbar inn í búrið? Ég veit nú ekki hversu mikið hann bætti á sig eftir hann viktaði inn í gær og mætir inn í búrið, en hann var 76,3 kíló á viktin í gær. Drengurinn er náttúrulega 1,95 á hæð. Þetta er 1,95, 77 kíló. Þetta er sláni eins og maður segir. Já, maður segir það. Og það er alveg ekkert ólíklegt að hann sé með smá auka og þurfa aðeins að vasslósa. En þarna kemur Arnar Bjarnason og hann er með teimi hérna með sér. Það er teimi í bólum hérna, þau sitja á fremsta bekk. Arnar er mjög vinamargur maður og það er mjög auðvelt að líka vel við Arnar Bjarnason. Þetta við erum að tala hérna sko 3 barna faðir í Hafnarfirðinum. 3 barna faðir í Hafnarfirðinum, stíður sín fyrstu skref í MMA eða hvað? Hann er með 1 barna á bakinu, var óheppinn síðast þegar anstæðurinn hans púlaði út kannski 20 mínútur fyrir fætur hans. Já, en gaman. Þá fjall hann á læknisprófi, hann móð hafa blóðþrýsting anstæðingurinn og Arnar Bjarna fundum þetta að fljúa út, eiga pening, þar til Bretlands, þar með að missa fætið sinn. En hann á að harma hefna í kvöld. Já, og ég held að sé enginn sem langar jafn mikið í búrið akkurat núna og bara, hann er bara að æfa svo mikið og hann leggur svo hart að sér og það er bara ótrúlegt að hann finnir tíma í þetta. Þetta nafn, King of the North, veistu eitthvað það? Nei, því miður, ég veit ekki alveg hvað hann það. Ég skal bara kvitt undir þetta. Hann er alltaf mættur hérna með hirð með sér, konungshirð. En ef ég ætti að giska, þá myndi ég segja að það væri bláu augun. Bláu augun, einmitt. Ég kalla hann The White Walker. En það er nú bara ég. Það er ekki það er nú ekki sjálflegir. En eins og við rættum á hann sko, þá er þetta smá striker vs. grappler matchup, svona eins og er svona glímu þemað. Reykjavík maður náttúrulega rosalega glímuhefni gym og koma rosalega glímumenn þar og Bjarki var einn af fyrstu svörtu beltunum sem komu undan Gunnar Nelson eða ekki. Jú, einmitt og hérna þetta er bara 10. einmitt. Já. Og þetta lítur út fyrir að vera svona óformlegur bardagi kvöldsins, því að maður finnur hérna að það eru bara 2 stórar hersingar að mætast, Norðmenn og Íslendingar hérna. Það er verið að smyrja þá, þeir setja semst vaselín hérna á þá. Einmitt rétt yfir kinnbeinin og svona. Og hann er strax búinn að vinna flúrabarnan. Já, það er auka hestabíu sem kampur. Já, það er alltaf þannig sko. En þessi menn eru í gríðalegu formi báðir og við ættum mögulega að sjá svolítið svona mikla orku og mikið hraða en það maður finnur að það búið að hlaða vel í þetta. Charles bardaginn.
Fighting out of the blue corner, a 26-year-old mixed martial artist in his first match in his career. With 2 matches in Muay Thai under his belt, now ready to put on a show. He is 195 centimeters tall, weighed in 76.3 kilos. Fighting out of Anvil Academy Trondheim, Norway, presenting the challenger, the Stone Cold Viking Ruben Christensen! Og núna kynni ég til leiks 3 manna faðir kennarnema úr kraganum, 32 ára gamall, í rauða hondinu með 4 blótt belti í BJJ, 1 barndagi á bækinu sem hann kláraði með tæknilegur róttöki. Frá Norðurbæ Hafnarfjarðar, 220, MMA Íslandi frá 2018 og 189 cm á hæð, viktaður 76,4 kíló. Keppir fyrir Reykjavík MMA, ég kynni kvöldagshetjuna, the King of the North, Arnar Bjarnason. Ótrúlegt, eins og segir, 3 barna faðir og kennarnemi úr kraganum. Þetta eru lýsingar af mínu skapi, sko. Einmitt. Eins og segir, nú væri gaman að heyra. Ég held að dómarinn að segja bara, heyrðu, ef það verður eitthvað kjafta hérna, þá er ég að hjóli ykkur báða, sko. Já. Og hann lítur út fyrir að vera alveg mín, sko. Og við erum að fara að stað. 1 fyrir að byrja. Við erum byrjaðar. Það þarf að passa sig á móti mönnum sem er 1.95. Þeir eru með langa stungu, eins og hann er að beita þarna. Já, hreyfir sig vel. Og Arnar setur stungun í magan á honum. Það er klassísk byrjun. Hann er með flott spörk, Robin Christensen. Já, gerir þetta árættulegst, en hann heldur höndunum svolítið neðarlega, sem er náttúrulega alltaf áhyggjuefni, nema þegar svona 1% gerir það. Já, einmitt. Það er gott að vita að Addi Bjarni er með 4 blótt belti í jiu-jitsu, þannig að ef þetta var nú bara beint á hann, sko. Hægri víð. Víðuhöggin eru vinsælið í kvöld. Menn er ekkert að fara í þessa stuttu hægri, sko. Beina hægri, sko. Og hann svolítið, passa sig þarna. Meiri segja þegar hásbörkin koma, meiri segja þegar þú verður, sko. Þá eru þau að valda þig skada, sko. Þetta er hafnaboltakilva. Einmitt, það er ekkert gott að fá þetta í hendina. Þarna, 2 stungur, beint í kjamman. Hann er að minna sig inn og hann neglir hann þarna. Læsilega gert hjá Arnari, sem er afar yfirvegaður í allir sinni nálgun hérna í bardaganum. Og nákvæmlega, og nú er það spurningin næra honum í gólfið. Addi Bjarni er hrikalega góður í þessu. Hann er góður í glímu upp í búrið. Og rosalega teknilegur. Lætur hans finna fyrir sér annar með hnjánum. Og það sem Robin er að reyna að gera, hann er að reyna bara að ná jafnvægi, hann er að reyna að setja langt á milli lappan í sér, hann er að reyna að gera sig þungan, hann er að lækka þyngdarpunktinn sinn. Og þetta er náttúrulega, menn eigið gríðarlegri orku við að verja þetta og að reyna að framkvæma þetta, sko. Einmitt, og svo má ekki gleyma því hvað er mikilvægt að Addi Bjarni ná ekki, eða það er að þú ert Robin, að Addi Bjarni ná ekki að klemma saman höndunum. Klemma saman höndunum, einmitt, leið og hann klemmi saman höndunum og getur hann dreigja hann að sér og þá eiginlega á hann, sko. En þeir farið sundur. Það er vel gert, Robin. Hann talaði það í viðtali fyrir bardagann að hann hefði búin að vinna í þessu. Og hann ætlar að sparka. Og nú vil ég fá að sjá eitthvað hérna, það eru 45 sekúndur eftir í fyrstu lótu. Og Arnar verður að halda áfram að boxa, það virkaði vel hjá honum áðan. Stungan lágt, víða há. Og bara hafa þetta í svona boxing distance.
hann ætlar að glíma við mig. Ég ætla bara að halda höndunum lágt og ég ætla að sparka nú mikið. Þetta MMA og þetta fegurðin í MMA. Og nú ætlar Nonni að skokka hérna niður og heyra í sigurvegarunum. Konungur Norðursins stendur sannarlega til efni. Fáum að sjá hérna endursýninguna. Og BOOM! Og það alveg eins og það má vera. Og þetta var alveg búið. Þetta var alveg búið. Þetta að peppa fólkinu. Það rafmagn í loftinu eftir þetta. Glæsileg frammistaða hjá þriggja manna föður úr kraganum. Konungur Norðursins. Og stuðningsliðið hans hérna. Svoleiðis stolt af honum. Glæsilega gert. Dömur, mínar og herrar. Bardamenn komið miðuna til dómarans. Bardaginn var stoppaður eftir 2 mínútur og 33 sekundur í fyrstu lótu og sigurvegarinn með rothöggi úr rauða horninu, Elmer Bjarnason, the King of the North. Atli Bjarna, þú átt fyrsta rothögg í sögu löglegs MMA á Íslandi. Hvernig tilfinningin? Það alveg galið, sko. Bara geggjað. Bara komast í sögubækurnar. Það eina sem skiptir máli og höldum áfram að skrifa okkur sögubækurnar inn í kvöld. Heldur betur, þú ert búinn að bíða í svolítið langan tíma eftir að komast inn í búrið aftur. Það var púlað út gegn þér síðast með stuttum fyrirvara. Hversu gott var að komast inn í búrið í kvöld? Það var alveg stressandi en þetta gerðist allt rosalega fljótt hérna. En bara geggjað, sko. Algjör gretta í gangi og svona eftir síðasta fætt. Þannig að geggjað að fá fyrsta rótökið líka bara sitt. Heldur betur, Addi, fáum við að sjá þig aftur í búrinu bráðlega eða hvað tekur við hjá þér? Kannski ekki alveg bráðlega en ég alltaf með 3 börn þannig að maður veist að sinna því. Maður veist að sinna því, Addi, geðveikt gaman að fylgjast með þér í kvöld. Dömur og herrar, gefið honum gott klapp. Einstakt, dömur og herrar. Þetta var verðskuldað.